Og þá er komið að 7. lið á dagskrá, það er starfsáætlun og stefnuræða nefnda og velferðarráð þessu sinni og til máls tekur varaformaður ráðsins Róbert Freyr Jónsson og velkomin á fundinn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, heyriði vel í mér. Verkefni velferðarráðs eru margvísleg og snerta nær öll heimili á Akureyri. Undir velferðarráði eru 3 svið, fjölskyldusvið, búsetusvið og öldrunarheimili. Verkefnisviðin eru margvísleg og yfirgripsmikil og nær ómögulegt að gera með öllum skil hér í dag. Ég mun því fara í grófum dráttum yfir starfsemi þeirra, auk þess að fjalla nýleg verkefni og hvað við ætlum að gera okkur næstu mánuðum árum. Búsetusvið er hluti af félagsþjónustu Akureyrarbæjar. Veitir íbúum bæjarins ýmiss konar búsetuþjónustu. Einnig hefur sviðið sinnt þjónustu við íbúa nokkur annar sveitarfélaga samkvæmt samningum sem hafa verið gerðir. Þegar við tölum búsetuþjónustu þá erum við að horfa til þess að styðja við sjálfstæða búsetu fólks og eða að skapa fólki aðstæður til að lifa sem eðlilegustu lífi á heimili sínu, þrátt fyrir fötlun eða veikindi eða skerðingu og breytingu á högum sem kunna verða vegna þegar aldurinn færist yfir. Búsetusvið vinnur eftir þríþættri hugmyndafræði sem stuðlar að því að ramma inn þá þjónustu sem í boði er, valdefling, þjónandi leiðsögn og skaðaminnkandi nálgun. Búsetusvið Akureyrarbæjar veitir mjög fjölbreytta þjónustu, þar á meðal er heimaþjónusta, heimsendan mat, félagsleg liðveisla, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, búseta með þjónustu, skólavistun fatlaðra barna, ráðgjöf iðjuþjálfa og notendastýrða persónulega aðstoð, eða NPA. Félagsleg heimaþjónusta hefur aukist jafnt og þétt sem í fullu samræmi við þá stefnu að fólk geti búið sem lengst heima. Þjónustan skiptist í 2 hluta, almenna heimaþjónustu og sértæka heimaþjónustu. Svo almenna er þjónusta sem veitt samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga. Meiri hluti þjónustu þegar almennu heimaþjónustunar eru eldri borgarar. Öryrkjar er sá þjónustuhópur sem hefur samt stækkað sem mest frá síðasta ári eða 69%. Ráðgjöfin heim er hluti af almennri félagslegri heimaþjónustu og er ætluð fullorðnum fötluðum einstaklingum í sjálfstæðri búsetu. Á síðasta ári fengu 46 einstaklingar þjónustu en það er rúmlega helmingsaukning frá fyrra ári. Ekki hefur tekist að sinna öllum beiðnum þjónustuna og í síðustu áramót voru 5 einstaklingar á biðlista. Félagsleg liðveisla er persónulegur stuðningur og aðstoð sem ætluð að rjúfa félagslega einangrun og styrkja fólki þátttöku í menningar og félagslífi. Vanalega annast einn starfsmaður félagslega liðveislu með hverjum einstakling, en á síðasta ári var einnig veitt félagsleg liðveisla í nokkra hópa. Þar má til dæmis nefna hópliðveislu í Rósenborg fyrir drengi á aldrinum 10 til 16 ára í samstarfi við samfélags- og mannréttindadeild. Þetta var gert til að stytta biðtíma eftir liðveislu og tóku 5 drengi þátt í hópastarfinu. Kapparnir eru nýlegt sumrúrræði fyrir fötluð börn á aldrinum 7 til 10 ára sem ekki geta nýtt sér þau námskeið sem í boði á vegum íþróttafélaga og annarra aðila. Kapparnir hafa verið starfræktir í 2 ár og er samvinnuverkefni milli fjölskyldu, búsetu, samfélags- og mannréttindasviðs. Mikil ánægja hefur verið með þetta úrræði meðal barna, foreldra og starfsmanna og hafa 12 til 14 börn nýtt sér þetta úrræði árlega. Staðan er hins vegar sú að sum þeirra sem hafa nýtt sér kappan er orðin of gömul fyrir úrræði og uppi eru hugmyndir að það er eitthvað skrítið inn í tölunni á mér. Nei. Já, uppi eru hugmyndir að starfrækja 2 hópa og aldurskipta þeim. Með nýjum lögum málefni fatlaðra er frístundaþjónusta fyrir fötluð börn með langvarandi stuðningsþarfir orðin lögboðin þjónusta og því þarf að endurskoða alla frístundaþjónustu fyrir þessi börn. Þetta á ekki bara við sumartímann heldur allt árið. Búseta með þjónustu er frekar víðtæk en á biðlista eftir búsetu í lok síðasta árs voru 25 einstaklingar, 19 voru að biðja eftir þjónustukjarna en 5 að biðja eftir áfangaheimili. Auk þess var 1 barn í biðja eftir varanlegri búsetuúrræði. Undanfarin ár hafa þó nokkrir einstaklingar sem þurfa umtalsverða þjónustu flust nálægt þjónustukjarna og á þann hátt er hægt að veita ráðgjöf, þjónustu og stuðning og öryggi felst í því að vera mikil nálægð við sólarhringsþjónustu án þess að flytja inn í kjarnan sjálfan. Svokallaða gránufyrirsteymi eða vettvangsteymi er þjónusta fyrir einstaklinga með tvíþætta greiningu og viðvarandi vímuefnavanda. Þjónustan felst í því að starfsmenn eru til aðstoða frá 10 til 20 alla daga vikunar og á síðasta ári fengu 40 einstaklingar þjónustu frá teyminu og hefur fjöldin því ríflega tvöfaldast. Á árinu færðist forstaða teymisins yfir til heimaþjónustu, stoðar
og iðjuþjálfa ráðinn sem verkefnastjóri og ráðgjafi. Með þessum breytingum varð aukin samvinna og samleið með annarri heimaþjónustu, en þetta skýrir líka einhver hluta þessa aukningu þjónustu. Akureyrarbær hefur verið þátttakandi í tilraunaverkefni sem snýr að notendastýrðri persónulegri aðstoð, MPA. Fyrstu samningarnir voru 4 vegna 5 einstaklinga og hefðu allir nema 1 verið með þjónustusamning áður. Á síðasta ári voru gerðir sambærilegir samningar og áður, alls 5 samningar vegna 6 einstaklinga og þarna að ræða 3 fullorðna og 3 börn. Í lok síðasta ár var MPA lögfest og í kjölfarið auglýstum við eftir umsóknum NPA. 3 einstaklingar sóttu þessa þjónustu og verða þá innan Akureyrar 9 einstaklingar með notendastýrða persónulega aðstoð. Á síðasta ári var haldið áfram með 3 verkefni sem fóru af stað árið 2017. 2 þessara verkefni leggja áherslu á úrræði og afþreyingu fyrir börn annars vegar og fullorðna hins vegar yfir saumatíma. Þriðja verkefni miðar að því að auka lífsleikni einstaklinga með verulegar stuðningsþarfir sem lokið hafa námi á sérbreytt VFMA. Það verkefni hófst árið 2018 var tilraunaverkefni til að auka þátttöku einstaklinga við að glíma við geðræn og félagsleg vandamál. Einnig var jarðeðlisvinna hafin við undirbúning fyrir byggingu nýs íbúðakjarna með 6 íbúðum sem verið tekin í notkun árið 2020. Sumrúrræði fyrir fullorðna var starfað eftir fyrsta skipti á síðasta ári, á meðan starfsemi dagþjónustunnar í skólendu var lokað vegna saumafría starfsmanna. Þá var húsnæði notað fyrir sumrúrræði fyrir fullorðna fatlaða einstaklinga og þar var fötluðu fólki og þá sérstaklega fastagesna skóvalendar boðið upp á tómstundadagskrá sem miðaðist við að áhugasvið og getu hópsins. Æfingastöðin með mjög viðkvæman skjólstæðingahóp sem á oft erfitt með breytingar. Verkefnastjóri hélt utan skipulag og ráðnir voru 3 starfsmenn í 4 vikur til að sinna verkefninu. Fótbolti án fordóma skemmtilegt hópastarf fyrir einstaklega sem glíma við geðrænan og félagslegan vanda. Þetta verkefni svo sannarlega til marks hversu öfluga mannauð við eigum í starfsfólkinu okkar. Þar sem þessar æfingar voru fyrir tilstilli sjálfboðavinnu starfsmanns tengdum geðúrræðum á vegum búsetusviðs. Boðið var upp á fótboltaæfingar eða aðra hreyfingu að minnst kosti 1 sinni í viku. Styrkur var fengið frá frístundaráði Akureyrar fyrir leigu og íþróttasal og hefur félagsleg liðveisla með hluta af hópliðveislu komið til að virkja hópastarfið enn betur. Einnig hefur verkefni verið styrkt af lýðheilsusjóði landlæknisembættis. Notendur af fatlaðs fólks hefur verið starfrækt í 2 ár og í vikunni verið boðað til fyrsta fundar í nýskipuðu samráðshópi málefni fatlaðs fólks. Samráðshópurinn vettvangur samráðs fatlaðs fólks á Akureyri, félaga og hagsmunasamtaka þeirra, atvinnulífs og bæjaryfirvalda og virkur þáttakandi í allir stefnumörkun málaflokksins. Þetta sem sagt nýtt ráð sem að tekur við af notendaráðinu. Fjölskyldusvið veitir þjónustu samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þar einnig tekið á móti og unnið úr umsóknum fjárhagsaðstoð, veitt félagslega ráðgjöf og unnið að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Tekið við umsóknum stuðningsfjölskyldu fyrir fötluð börn og umönnunarþörfin metin. Undir sviðinu einnig umsjón félagslegri íbúa Akureyrarbæjar og þar jafnframt tekið við og unnið úr umsóknum fyrir sérstakan húsnæðisstuðning. Á síðasta ári voru sett ný lög persónuvernd og hvernig unnið skuli persónuupplýsingar. En það óhætt að segja að það hefur sett mark sitt á starfsemi sviðsins. Mikil vinna fór með bæjarlögmanni og greiningarvinna unnin. Í kjölfarið þurfti að aðlaga og breyta meðferð persónulegra gagna og samhliða þessu innleiðing á rafrænni stjórnsýslu í sveitarfélaginu mikilvægt tæki til þess að bæta aðgengi að þjónustunni og stuðla að aukinni hagræðingu. Nauðsynlegt að halda þeirra vinnu áfram og auka sýnileika og bæta upplýsingaflæði til íbúa. Undanfarin ár höfum við fengið til okkar fólk af erlendu uppruna sem þarf að hlúa betur að. Þetta vaxandi hópur fólks sem þarf sérhæfða þjónustu og mun ekki fara minnkandi með árunum. Nú komið á samstarf með milli fjölskyldusviðs og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar þróun verkferla í málefnum flóttafólks og hælisleitenda en æ fleiri þeirri stöðu að þurfa að leita sér aðstoð hjá félagsþjónustu. Á síðasta ári var tekið við 554 barnaverndartilkynningum sem örlítil fækkun frá fyrra ári og jákvæð þróun því hingað til hefur málum frekar verið að fjölga milli ára. Í lok síðasta árs voru 18 börn í varanlegu fóstri á vegum nefndarinnar sem aukning frá árinu á undan, þá voru 9 börn í tímabundnu fóstri í lok árs. Ýmis samstarfsverkefni og úrræði í barnavernd eru í gangi á hverjum tíma, meðal þeirra meðan glugginn er opinn. Það samstarfsverkefni lögreglu, félagsþjónustu og barnaverndar viðbrögð við heimilisofbeldi.
Það byrjaði sem tilraunaverkefni árið 2015 og í dag orðið fast verðlag og fer málum fjölgandi ár frá ári. Skólasmiðjan annað samstarfsverkefni samfélagssviðs, fjölskyldusviðs, fræðslusviðs og á hún að koma til móts við þarfir unglinga í ákveðnum áhættuhópi sem og þurfa sérstök úrræði utan sín skóla. Undanfarna mánuði og ár hefur þurft í nokkrum tilfellum að fjarlægja börn af heimili með engu fyrirvara. Sami hefur verið fjölskyldur að vera alltaf tilbúnar að taka á móti börnum þegar þörf á. Þetta ekki góður kostur og við þurfum að skoða hvaða aðra kosti við höfum í þessari stöðu. Tímabundinni stöðu áfengis- og vímuefnaráðgjafa var komið á og það hefur tekist mjög vel. Framkvæmdin var þarfagreind og það leiddi í ljós að fullt tilefni væri þess að halda þessari stöðu inni til frambúðar. Það komið fjármagn fyrir því og við erum búin að ráða í stöðuna. Á síðasta ári var keypt nokkur hús fyrir þá sem að þurfa að vera í sérbýli af ýmsum ástæðum. Það mætti þörfum okkar tímabundið en núna þörfum mikil bæði fyrir þá sem að koma úr meðferði eða fangelsi en einnig og sérstaklega fyrir þá sem í neyslu. Það nauðsynlegt að horfa til langtímaúrræða með skaðaminnkandi nálgun í huga. Eins og staðan í dag eru 15 til 20 karlmenn sem að þurfa að huga að, hvort sem það húsnæði eða áfangaheimili. Við viljum að fólk geti snúið aftur í samfélagi með aukna möguleika á að ná sér strik. Og ég tel nauðsynlegt að við setjum fullan þunga í að skoða möguleika okkar í þessum málum, kynna okkur hvað nágrannaþjóðir okkar að gera, negla niður stefnu í þessum málum og útbúa tímasetta aðgerðalista. Bjarmahlíð þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi. Miðstöðin samstarfsverkefni lögreglustjóns á Norðurlandi eystra, Akureyrarbæjar, Aflsins, Háskólans á Akureyri, Sjúkrahússins á Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands. Samtaka kvennaathvarf, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kvennaráðgjafarinnar. Það heilmikið samstarf. Búið að ráða teymistjóra Guðrúnu Kristínu Blöndal. Markmiðið með Bjarmahlíð að samhæfa þjónustu og úrræði fyrir þolendur ofbeldis á einu stað, efla fræðslu, þekkingu og umfjöllun eðli og afleiðingar ofbeldis, vera miðstöð upplýsinga og fræðslu málefni sem tengjast ofbeldi og fylgjast með rannsóknum og nýjungum í málaflokknum ásamt því að bæta í þjónustu við að hópa í viðkvæmum stöðu og stuðla að þverfaglegri samvinnu við samvinnu. Þolendamiðstöðin var opnuð þann 1. apríl síðastliðinn og hún stadd í sama hús og Aflið, Aðalstræti 14. Útibú Barnahús opnaði hérna á Akureyri 1. apríl síðastliðinn. Það samstarfsverkefni milli Barnaverndar Eyjafjarðar, Velferðarráðuneytisins, Barnaverndarstofu, Lögreglustjóns á Norðurlandi eystra og Dómstólasýslu. Í útibúinu fara fram meðferðarviðtöl, skýrslutökur fyrir dómi og könnunarviðtöl. Það fullkomin aðstaða og tæknibúnaður í fremstu röð sem nýtist mjög vel við skýrslutöku og könnunarviðtöl. Það að geta verið á heimaslóðum barnsins minnkar álag fjölskylduna, svo ekki sem minnst að þetta spara vinnutíma starfsmanna og kostnað. Fyrstu vikunni sem starfsmenn var hér voru 6 skýrslutökur. Akureyrarbær leigir út 342 félagslegar leiguíbúðir en inn í þeirri tölu sérstök húsnæði ætluð fötluðu fólki. Þessar leiguíbúðir ætlaðar fólki sem ekki getur aflað sér húsnæðis með öðrum hætti og uppfyllir skilyrði regluna leiguíbúðir Akureyrarbæjar. Langur biðlisti eftir félagslegu leiguhúsnæði en í lok síðast árs voru 121 umsækjandi á biðlista eftir leiguíbúð og auk þess voru 19 að bíða eftir flutningi milli íbúða Akureyrarbæjar. Biðin lengst eftir 2 herbergja íbúð eða 4 ár. Á síðasta ári bárust 191 umsókn sérstakan húsnæðisstuðning, af þeim voru 133 samþykktar en 58 synjað. Umsóknir sem voru endurnýjaðar ekki teknar með inn í þeirri tölu. Útgjöld til þess málaflokks á árinu voru rúmar 75 milljónir króna sem var hækkun 23 milljónir frá því fyrra og stuðningsfjárhæðir voru hækkar verulega með breytingum að reglum sem tóku gildi 1. mars 2018 en einnig fjölgaði verulega í hópi stuðningsþega á árinu. Öldrunarheimilin Akureyri hluti af félags- og velferðarþjónustu Akureyrarbæjar en það veitt ýmiss konar þjónusta og ráðgjöf á sviði öldrunarþjónustu. Starfrækt eru hjúkrunar- og dvalarrými fyrir aldraða og aðra einstaklinga sem hafa viðurkennt mat og þörf. Ásamt almennum rýmum í boði sértækar rými í dagþjálfun fyrir aldraða og einstaklinga með heilabilun og núna nýlega einnig sérstök geðrými. Samkvæmt sérstökum samningi eiga nokkur nágrannasveitarfélög kost á þjónustu á öldrunarheimilunum. Á öldrunarheimilunum starf eftir hugmyndanafræði EDEN og þjónustu leiðsagnar með áherslu á eflingu og stuðningi til sjálfsbjargar og sjálfstæðis íbúa og notenda þjónustunar. Akureyrarbær rekur öldrunarheimilin samkvæmt sérstökum samningi við heilbrigðis- og velferðarráðuneyti
og starfa þau á grundvelli laga, kröfulýsinga og stefnumiða þjónustu við aldraða. Framtíðarsýn ÖA er að vera leiðandi í hjúkrunar- og öldrunarþjónustu á Íslandi þar sem öll umönnun og almenn sem sérhæfð byggir á fræðilegum grunni. Með því er verið að veita á hverjum tíma heildstæða hjúkrunar- og öldrunarþjónustu sem stuðla að auknum lífsgæðum íbúa og annarra þjónustu þega. Á öldrunarheimilum Akureyrar eru núna starfrækt 173 hjúkrunarrými og 8 dvalarheimilisrými. Af þessum 173 hjúkrunarrýmum eru 3 þeirra skráð sem geðrými á hjúkrunarheimili, en þau komu til á síðari hluta síðasta árs. Geðrýmin svokölluðu voru ekki viðbót heldur breyting á 3 rýmum sem fyrir voru. Undangengin ár hefur ÖA verið að fækka dvalarrýmum og fjölga hjúkrunarrýmum. Af áðurnefndum 173 hjúkrunarrýmum hafa 17 þeirra verið nýtt til tímabundinnar dvalar. Síðustu áramót hófst sérstakt verkefni sveigjanlega dvöl í dagþjálfun, þar sem fjármagn vegna 10 hjúkrunarrýma er nýtt til dagþjálfunar fyrir endurhæfingu fyrir einstaklinga með heilabilun og einnig almenna dagþjálfun. Verkefni hefur notið stuðnings heilbrigðisráðuneytisins og er almennt talið framsækið verkefni í þróun og nýsköpun í þjónustu við eldra fólk. Gert er ráð fyrir því að það úrræði verði að þróunarstigi í að minnsta kosti 2 ár. Fyrstu vísbendingar gefa til kynna töluverða þörf fyrir sveigjanleika í dagdvöl og einnig eftir dvöl á rauðum dögum og helgar, enda er opnunartími nú mögulegur alla daga ársins í stað einungis 220 eins og reglur kveða á Ný dagþjálfun virðist líka styðja betur við einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Enn eru rekin tímabundin pláss eða skammtímadvalir við ÖA og eru þau rými 7 talsins. Á þeim stutta tíma sem liðin er frá því að sveigjanlega dagþjálfunin hófst, hefur að mati stjórnenda ÖA tekist að sinna betur einstaklingsmiðuðu þjónustunni og vinna að stuðningi við bústuði heima. Fleiri einstaklingar nýta sér nú þjónustu dagþjálfunar, voru vikulega 60-70 manns en eru í dag 90-100. Frá því á miðju árið 2018 hefur hægt og sígandi verið að fækka þeim sem eru með færni og heilsumat og bíði eftir dvöl á hjúkrunarheimili. Nú í byrjun maí 2019 eru 38 sem bíða í dvöl eftir hjúkrunarrými og 11 í dvalarrými. Þetta eru 11 færri einstaklingar en var í byrjun ársins og 15 færri en á sama tíma 2018. Sem stendur er því heldur að fækka á svokölluðum biðlistum sem vonandi bendir til að áherslubreytingar í þjónustunni og einstaklingsmiðun sé að skila árangri. Í velferðarstefnunni og með ýmsum verkefni sem ÖA hefur unnið að er mörkuð svo áhersla að vinna að málefnum einstaklinga með heilabilun. Þetta endurspeglast í samstarfssamningi ÖA við Alzheimer samtökin og í ráðningu hjúkrunarfræðing sem sérstaklega sinnir ráðgjöf á sviði heilabilunar. Það samstarf mun á þessu ári þróast enn frekar með aukina áherslu á ráðgjöf og fræðslu heilabilun á vegum búsetusviðs og fjölskyldusviðs. Samhliða þessu er unnið að eflingu á þjónustu sjúkrahússins við einstaklinga með heilabilun. Á síðustu misserum hafa húsnæðismál ÖA og framtíðarskipan verið til skoðunar. Ljóst er að allt og mörg núverandi húsrými innan ÖA sem nýtt eru sem hjúkrunarpláss uppfylla ekki þau viðmið sem gilda í dag slík rými. Lítið það bæði að skipulagi þeirra, stærð, búnaði og hreinlætisaðstöðu. Með þetta í huga hafa verið unnið frumdrög að áformum endurbætur annars vegar og nýbyggingu hjúkrunarrýma. Á grundvelli samþykkta bæjarráðs og bæjarstjórnar er í yfirstandi viðræður við heilbrigðisráðuneytið að Akureyrarbær byggi 60 hjúkrunarrými sem væntanlega verða viðbygging við lögmannslíð og munu þar með fjölga hjúkrunarrýmum lítillega og líka koma til með að bæta úr núverandi aðbúnaði. Áformin gera ráð fyrir að bygging þessara rýma verði mögulega lokið síðari hluta 2022 eða fyrri hluta 2023. Þessu til viðbótar er núverandi byggingar ÖA sem þarfnast viðhalds og töluverða endurbóta. Hér er margt undir sem er enn á vinnslustigi eins og endurbætur og tækjakostur í aðaleldhúsi, endurbætur á húsnæði og aðbúnaði í Víði og Furuhlíð og viðhaldi og endurbætum á matsal og sameiginlegu rýmum í Eini, Greni, Aspar og Beikihlíð. Þessi vinna og áætlanagerð er í gangi hjá ÖA og UMSA og er væntanlegur samningur byggingu við lögmannslíð fyrsta skrefið í að móta þá heildaráætlun. Öllum er ljóst að nú þegar er að eiga sér stað og að framöndan er mikla breytingar á aldurssamsetningu þjóðarinnar. Eldri Íslendingum hefur fjölgað verulega og aldurssamsetning íbúa á Akureyri endurspeglar nánast hlutföllin í landinu í heild. Spár og áætlanir til lengri tíma gera flestar ráð fyrir að 85% þeirra sem eru 80 ára og eldri muni geta búið heima og langlega í hjúkrunarrými sé minnkandi.
Áhersla verði á forvarnir og heilsueflingu, aðstoð heima og stuðningsúrræði svo sem dagþjálfun og tímabundnar hvíldarinnlagnir. Grundvallar þáttur í að mæta þeim áskorunum sem í þessum lýðfræðilegu breytingum felst að efla samstarf, einfalda og samþætta þjónustuna og styrkja heildræna eða heilsteypta þjónustu við eldra fólk á Akureyri. Heildarlausnir felast ekki einungis í steinsteypu og byggingum heldur líka í gæðum þjónustunar og fagmennsku sem byggir á því að skapa tengsl og efla traust og nálægð við íbúa og notendur þjónustunar. Inn í framtíðarmyndinni kemur nýja dagþjálfun hjá ÖA, endurhæfingarteymi hjá búsetudeild, endurhæfingarteymi hjá búsetudeild, ráðgjöf og stuðningur við fjölskyldur einstaklinga með heilabilun og einnig velferðartækni. Það er óumdeilt verulega mörg tækifæri ónýtt þegar kemur að notkun tækni í velferðarþjónustu. Það hefur verið staðfest í skýrslum og stefnuskjölum og líka í nýsköpunar og tækniverkefnum sem ÖA hefur unnið að. En það er sérlega ánægilegt að vita til þess að innan félags- og velferðarþjónustunnar á Akureyri áhugi, frumkvæði og kraftur til að sækja enn frekar fram á þessu sviði með stuðningi og hvatningu velferðarráðs og bæjarstjórnar Akureyrar. Eins og flestum hér inni kunnugt var mikil vinna lögð í velferðarstefnuna sem var samþykkt í bæjarstjórn þann 5. september á síðast ári. Með velferðarstefnunni voru mótuð sameiginleg framtíðarsýn ásamt gildum og stefnum í velferðarmálum sveitarfélagsins í samstarfi við fagaðila. Í stefnunni sett fram markmið, mælikvarðar og aðgerðir sem stuðla að almennri velferð íbúa bæjarins. Í dag er verið að vinna aðgerðaáætlunina ásamt því að stefna var send til ráða og nefnda í bæjarins til að þau geta farið yfir hvort að þau atriði sem snúa að þeirra ráði séu rétt, raunhæf eða hvort hægt sé að gera hlutina á annan hátt. Velferðarstefnan hefur það markmið að félags- og velferðarþjónustan á Akureyri skuli vera fagleg og framsækin og það er reynsla okkar sem störfum í velferðarráði að svo sé og mikill metnaður hjá starfsfólki og stjórnendum til að sækja fram, þróa og bæta starfið út frá því markmið að styðja og efla velferð og lífsgæði íbúa Akureyrar. Nýlega hófum við umræðu hvernig við getum samhæft þjónustu sviðana, gert þetta ferlið skilvirkara og leið gagnsærra fyrir íbúa, bæði að hafa samband og nálgast þjónustuna og það kemur í ljós á næstu mánuðum hvaða leiði verið farin, hvort það verður hreinlega að sameina sviðin alveg eða sameina og samnýta einstaka þætti eins og til dæmis sýnusvörun. Velferðarráð hefur unnið mjög vel saman, greinlegt er að ræða góðan hóp sem að vill láta gott að sér leiða og er umhugað að sem best verði að málum staðið. Ég vil þakka öllum fulltrúum í ráðinu fyrir velunni störf og ég veit að við munum halda þessari góðu samvinnu áfram. Takk fyrir. Já, þá hefur Róbert Freyr varaformaður lokið máli sínu og næst tekti máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka varaformanni velferðarráðs sem var Róberti Freyr fyrir mjög gott yfirlit yfir starfsemi velferðar eða þeirra starfsemi sem heyrir undir velferðarráð. Það er alveg ljóst að undir velferðarráð er ansi viðamikil starfsemi sett og þar hefur verið unnið mikið verk og þar er heilt yfir mjög mikil framsýni líka í mörgum verkum og verið að gera ýmislegt sem að má kalla svona ákveðna tilraunastarfsemi og nýjungar, verið að reyna að bregðast við svona nýjum kröfum og þeim þörfum sem upp eru hverju sinni og fyrir það ber bara að þakka. Þarna er líka verið að vinna starf eins og í kringu þjónandi leiðsögn, netstefnuna, valdeflinguna og ýmislegt fleira sem að varaformaðurinn kom hér inn á og er til fyrirmyndar á landsvísu og þó víða verið leitað og það er líka bara mjög sterkt í þessari þjónustu. Hins vegar er ýmislegt sem að getur svona velt fyrir sér samt sem áður þegar við erum að taka fyrir þessi stefnuræður. Í fyrsta lagi er þetta stefnuræða ráðsins eða formannsins, er þetta tekið fyrir í ráðinu og samþykkt og rætt áður en þetta flutt hérna. Er þetta stefnuræða, er þetta yfirlitið í starfsemi með svona ákveðnum punktum, er samhengi á milli stefnuræðunar eða skýrslunar og svo aftur stefnunar sem að ráðið er að vinna eftir. Og þetta er ekkert nýtt, sko. Við erum búin að ræða þetta nokkru sinnum
Og mér finnst svona vant ákveðið samhengi. Við tölum að þetta sé svona út frá starfsáætlun. Þá velti maður fyrir sér hvernig starfsáætlunin tengd stefnunni sem við erum að vinna eftir. Hvað eru tengingarnar á milli? Ég hefði gjarnan viljað sjá núna, af því að við erum nýlega búin að samþykkja hérna velferðarstefnu, að sjá til dæmis þessa ræðu og reyndar fleiri núna í vetur, tengja stefnum. Eins og til dæmis bara, ef við tökum öldrunarmálin, það skal leggja sérstak áherslu á hreyfingu og almenna heilsueflingu aldraðra. Hvað erum við að gera í sjálfu sér í því dæmi? Erum við að hugsa eitthvað, ætlum við að gera eitthvað, vegna þess að það talað það að ef við ætlum að tryggja það fólk geti verið lengur sjálfbjarga heima hjá sér og staðið á eigin fótum þar sem allra lengst, að þá náttúrulega þarf fólk að hafa líkamlega burði og það eitt af því sem við verið rætt og mikið talað það að auka þá hreyfingu aldraðra og spurningin hvað gerum við til að auka hreyfingu aldraðra svo við fáum þau síður og seinna inn á borð til okkar í þjónustu. Ríkið hefur ákveðið eins og kom hérna fram áðan, ríkið hefur ákveðið að fólk eigi að vera alltaf til 80-85 ára heima þessir og í þjónustu heima. Sveitarfélögin hafa ekki ákveðið það. Og það eðlilegt að ríkið ákveðið það vegna þess að ríkið byrjun verið ekki kostnað þessari þjónustu fyrir að fólk komið inn á öldrunarheimili, bara sem dæmi. Við erum að reka öldrunarheimili með verulega mikilli meðgjöf. Og þess vegna skiptir okkur máli hvernig þessi hlutur eru settið fram og þetta til dæmis eitt af því sem að væri mér fróðlegt að ræða hérna í þessu samhengi vegna þess að þetta skiptir okkur rosalegu máli, ekki síst þegar við stöndum kannski frammi fyrir því að þurfa að fara að draga úr þjónustu á öðrum sviðum að því að við erum að leggja svo mikið inn í málaflokka sem við eigum í raun ekki að bera kostnað. Það er bara svona þættir sem að væri virkilega nauðsynlegt að ræða til dæmis á þessum vettvangi. Það sem við tökum þessar bara pólitísku ákvarðanir, því við getum ekki ætla starfsmönnum og stjórnendur bæjarins að taka þær. Það kemur ekki til greina, að mínu viti. Það eru við sem leggjum línurnar og svo þarf að vinna eftir því. Svo annað bara dæmi góðu verkefni sem að skila miklu, það bara til dæmis eins og þetta með áfengisráðgjöf. Er það hlutverk okkar? Ekki endilega. Það bara alls ekkert endilega. Ég held að við höfum verið að stökkva þarna inn í eitthvað sem að tómarúm sem skapast vegna þess að S.A.A. bara hreinlega ekki að sinna sínu hlutverkið. Eða það vill sem Ég ætla ekki að gera lítið úr starfinu, ég held að það sé mjög mikilvægt. Við þurfum aðeins að fara að velta því fyrir okkur hvað við erum að gera og hvernig. Það lagt mikið upp á því, til dæmis í velferðarstefnunni, að börn njóti æskunnar og séu vernduð og búi við góðu lífsskilyrði. Svo fáum við fréttir núna að þau börn eða fjöldi þeirra barna sem verði fyrir ofbeldi einhverju tagi, jafngildi því að öll börn í Kópavogi eða Akureyri hafi orðið fyrir ofbeldi, einhvers konar ofbeldi, frá 0 til 18 ára. Í 5. hvert barn, flest ólinsaldri, ekki öll að hálfu fullorðina, heldur líka að hálfu jafnaldra sinna eða eldri barna, eftir því sem fram kemur í þessari könnun UNICEF. Og þetta kannski eitt af þessum verkefnum sem að við þurfum með einhverju móti að bregðast við og takast á við, finnst mér, og spurningin þessi þegar þetta kemur upp, hvað getum við gert? Í velferðarstefnunni lögð rík áhersla á það að við ætlum okkur öll með samfélagi með okkur að vernda börn. Og þá velti ég því fyrir mér, hvernig ætlum við að gera það? Hvernig ætlum við sem bæjarfélag eða velferðarráð að standa því verkefni?
gegnum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna einhverju leyti, en þetta að sjálfsögðu samstarfsverkefni ekki bara velferðarráðs og stofnana sem heyrindi það, heldur kannski miklu fleiri, en þetta kannski eitthvað sem hefði verið gaman að fá einhverja punkta innum vegna þess að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Að börnin okkar búi við öryggi í uppvexti og þroskavænlegt umhverfi. Hér komið inn á það líka í ræðunni að við erum með 345 íbúðir til ráðstöfunar. Það reyndar töluvert að þeim sem fer til félagslega, sem sagt fyrir fatlaða líka. En það hins vegar lögð á það áhersla líka í þessari velferðarstefnu að allir þurfi að eiga kost á húsnæði við hæfi án tillits til tekna, fjölskyldustærðar eða annarra félagslegra stöðu. Þetta náttúrulega mjög stórt atriði. Og það velti með því fyrir sér, ok, við hefum 345 íbúðir, hvar stöndum við í þessu verkefni í dag? Það töluvert margir á biðlista. Hverjir eru á biðlista? Hverjir eru þarfirnar? Hver staðan hjá okkur gagnvart svona verkefnum eins og þessu og hvað ætlum við þá að gera til að bregðast við þessu? Ég vil líka tekið undir það að það þarf náttúrulega, sem kemur hérna fram í ræðinni, við þurfum líka að fara að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum að mæta fólki sem hefur farið út á sporinu, lent í einhverju, lent í neyslu eða orðið fórnarlömb einhver aðstæðna sem það ekki ráði við og reyna að koma aftur og fóta sín í samfélaginu. Mér skilst að í dag þá séum við að greiða með fólki inn á áfangaheimilum fyrir sunnan, ef ég man það rétt. Og það þá spurning er það skynsamlegt að gera það og fá svo fólk hérna norður í tómarúmið? Það er ekkert sem tekur við. Eða ætlum við að taka þessa fjármuni og nýta þetta heima til að hjálpa fólki til að fóta sig í samfélaginu okkar. Hér líka að tala það að það allavega 9 börn síðustu áramót í tímabundnu fóstri. Tímabundi fóstur kostar helling, sveitarfélag. Ekki bara í gegnum velferðarráð, heldur líka í gegnum skólan. Ef þetta utan sveitarfélags. Og ég veldi fyrir mér, við hefum rætt aldrei það að koma hérna upp barnahúsið, einhverjum staðar fyrir börn til að vera í sem ekki geta búið við góðar aðstæður heima með sér. Og það svona spurning, erum við búin að gera almennilega úttekt á því hvort það sé mögulegt rekstrarlega að koma slíku úrræði upp hérna. Við höfum rætt þetta, ég hvergi sé neinar svona konkrétt tölur þetta mál, sem væri mjög fróðlegt að sjá. Svo reyndar mjög ánægilegt að sjá það sem hefur verið gert hérna, bæði í Bjarmahlíð, þess að þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis, og svo þetta með útvíbu barnahúsins að þetta skuli vera komið hér upp og því ber bara fagna verulega. Og ég held að sé full ástæða til að þakka lögreglustjóranum hérna á Norðurlandi Eystri-Hönnu, Höllu Bergþóru Björnsdóttur, fyrir hennar þátt í því. Því að ég held að sé ekki vafa því að hún hefur átt mikið þátt í því að koma þessu á koppinn. Og með tilkomu hennar þá hefur svona orðið ákveðin stefnubreyting finnst mér svona í því hvernig lögreglan vinnur með bæjaryfirvöldum í hinum ýmsu málum sem snúa að velferð barna, kvenna og fólks almennt. En ég ætlaði svona bara aðeins að velta þessu upp núna, en mér finnst við þurfa í raun og veru í þessum stefnuræðum að tengja betur saman stefnuna, starfsáætlunina og svo stefnuræðuna, þannig að við séum að tala alltaf út frá stefnun. Þannig að þetta verði ekki eins og 3 plögg sem eru óskild. Og það held ég að sé bara þurfa að gera í öllum ræðunum. Og ég held að sé líka ástæða til þess að velta því upp hvort það sé ekki nauðsynlegt
að þegar að stefnuræða hefur verið samin að hún sé tekin fyrir í ráðinu, umræddur ráði og rædd þar og svona tekin svona pólitísk debatt þar aðeins hann áður en hún kemur hér inn. Bara vangavelt. En takk fyrir í bili. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu orðalaust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka varaformanni velferðarráðsins fyrir góða yfirferð og ég skrifaði hérna hjá mér að það sé jafnvel smá snifill af stefnu í ræðunni. Af því ég tek undir það sem bæjarfulltrúi Gunnar var að tala með þessar stefnuræður sem eru ekkert alltaf æðislega mikla stefnuræður. En við eigum nú vona aðgerðaráætlun til umræðu fljótlega, þannig að ég lít á það sem eiginlega umræðu stefnuna og hlakka mikið til hennar. Og vil bara einmitt taka undir þessar ákvarðanir og stefna sem að þurfa að tengjast og þetta dæmi ráðningu áfengisráðgjafa það þarf að taka í slíkt í víðu samhengi. Þannig að ég ætla ekki að segja taka undir allt sem bæjarfulltrúi Gunnar sagði en margt af því. En mér finnst þetta mjög ánægilegt að sitja og hlusta á hann Róbert vegna þess að maður heyrir og auðvitað er ég nú á mínu öðrum kjörtímabili búin að vera í 5 ár og maður skynjar alltaf framþróun í málaflokknum. Mér finnst það sem ég var að hugsa þegar ég var að hlusta þetta að það er augljóslega alltaf framþróun í þessum málaflokki hjá okkur. Ég held við sem að gera alveg gríðarlega vel, Sveitarfélagið Akureyri sé að gera alveg gríðarlega vel í þessum málaflokki og augljóslega búum við að mjög hæfu starfsfólki. Og ég er mjög þakklát fyrir það. Ég var nú helgina að lesa skýrslu velferðarvaktarinnar og þær tillögur sem þar eru framsettar og þegar ég hugsa og svona máta það við þessa stefnuræðu án þess þó að hafa séð þetta drauga aðgerðaráætlun þá skynja ég að við séum í raun og veru að standa okkur, við séum að koma vel til móts við það sem til dæmis velferðarvaktin er að leggja til sem að og svona þessa málaflokka sem að þar er áhersla á, finnst mér vera áhersla á eins og kom fram að þar er meðvitund að við þurfum að gera betur þegar til dæmis kemur að flóttafólki og hælisleitendum, heimilislausu fólki og maður heyrir það í gegnum þessa ræðu að það er meðvitund það og vilji til að taka á málum það sem brennur og hvað var það þróun í félagslega íbúðakerfinu þá finnst mér hef ég allavega verið sátt við það að bíða eins og sjá hvað kemur í gegnum almenna íbúðakerfið svo kallað með stofnframlögum, sjá hvað kemur út úr því áður en við tökum þá einhverjar frekari ákvarðanir okkar uppbyggingu ef þarf í félagslega íbúðakerfinu. Þannig að maður er bara svona pínu rólegur yfir því. Þannig að ég er rosa róleg bara og var að spája, ég gæti bara farið og sagt bara takk fyrir, bara frábært og æðislegt, en það er samt eitt sem langað til að tala sem að tengist þessu samt óbeint, en það er að því að þetta er náttúrulega stefnuræða og maður er að hugsa framtíðina, að þá fór ég að hugsa svolítið lengra fram í tíman, af því ég sé bara það, í núinu er allt í svona þokkalegu lagi og það er ekkert sem að ég hef einhverja sérstaka þörf fyrir að gagnrýna eða benda á. Og þannig að ég fór að hugsa aðeins lengra fram í tíman og ég fór að hugsa, við erum alltaf með annað augað á framtíðinni, við erum að tala rosa mikið og það kemur fram tækniþróun og það sem við verum að standa okkur mjög vel, þökk sé góðu starfsfólki í velferðartækni. Við tölum svolítið 4. iðnbyltinguna, við tölum líka stundum íbúaþróun og það sem að mér finnst samt vanta á okkar, og nú er ég að tala svolítið inn í okkar pólitík, það er að horfa á heildarmyndina til lengri framtíðar og velta fyrir okkur hver standi undir velferðinni í framtíðinni og hvað fólk sjá við fyrir okkur að greiða skatta eftir 25-50 ár. Og ég ætla bara að segja fólki sem að kaupir bleiurnar á okkur þegar við erum komin á annan stað, megin þó. Og jú, ég held að við getum öll
og höfum öll átt á okkur því að það verða að stóru leyti innflytjendur. Það verður fólk úr öðrum löndum heldur en okkar. Það er að segja fólk sem fæddist annars staðar. Við erum hætt að fjölga okkur. Það er að segja barneignir standa ekki undir því að fjölga Íslendingum. Fleiri Íslendingar flytjast frá landinu en til þess og stundum erum við að tala svona almennt, þá erum við að tala hvernig við að fá tilbaka fólki sem fer til höfuðborgarinnar að leita sér menntunar og jafnvel tölum líka fólki sem að flytti til Noregs eftir hrunið eða flyttu til útlanda til að leita menntun eða meira stöði, hvernig fáum við þetta fólk tilbaka? Við erum líka jafnvel, við erum farin að tala eins það að hvernig tökum við á móti innflytjendum og við verðum að gera það vel og fólk sem hingja sækir, við erum að vera bara fegin því að það sé actually fólk sem vil búa og ala upp börnin sín og höfum stundum talað að það örugglega fullt af fólki í einu stóra heimi sem tilbúið til að setjast og njóta þeirra gæða sem við búum við og við erum alveg komið þangað að gera okkur grein fyrir því að það líklega fólk sem fætt annars staðar í heiminum en á Íslandi sem mun kaupa okkur bleiurnar. En ég held að við þurfum aðeins að skerpa sýnina þarna og hugsa hvaða fólk þetta, hvaðan kemur þetta. Af því eins og þá kerfið okkar þannig að það opið innflytjendum frá Schengensvæðinu, það er að segja frá öðrum evrópskum löndum. En vandamálið bara það að hin evrópsku löndin í sömu pælingu. Það eru allir. Það engin þjóðir verið að standa undir íbúaþróun með barneignum og samsetningin hún að þróast eins í öllum Evrópulöndum. Þannig við erum í raun og veru í dag að horfa til þess að keppast fólk við lönd sem líka að keppast fólk. Þannig að ég segi við ættum að horfa lengra til framtíðar og segja bara við ætlum ekki að spila á þessum markaði endilega af því að það betri markaðar annars staðar, svo ég notum þetta óskemmtilega orðið og fólk. En að það að fólk utan Schengen þar fullt af fólki sem tilbúið til þess að koma hingað. Og það svona langaði mig til þess að útskýra eins fyrir ykkur að því ég ekkert viss að allir viti þetta því að ég nýlega svona búin að afla mér upplýsingar hvernig raunverulega staðan með það að hvernig það fyrir fólk utan Schengen að koma og búa og starfa á Íslandi. Og það virkar þannig að áður en maður kemur til landsins þarf maður helst að vera búin að finna vinnu. Af því að þegar maður sækir dvalarleyfi byggt á atvinnuleyfi þá getur maður ekki verið á Íslandi og sótt dvalarleyfi. Maður þarf að fara úr landinu eða ekki vera komin til landsins til að sækja dvalarleyfi. Og og það maður þarf að finna sér vinnuveitanda sem tilbúin til að ráða mann, algjörlega óviss það hvenær maður getur hafið störf. Af því að þegar það búið að skrifa undir ráðningarsamninginn, þá þarf að senda alls konar gögn til Útlendingastofnunar sem tekur sér nokkra vikur í að ganga frá leyfinu. Og ef maður komin hingað og komin með tímabundið dvalar- og atvinnuleyfi og vill skipta starf eða þarf að skipta starf, þá þarf að sækja nýtt atvinnuleyfi og þá þarf maður aftur að finna vinnuveitanda sem tilbúin til að ráða mann upp á það að maður getur byrjað að vinna eftir 3 til 5-6 vikur ef allt gengur vel. Það sem ég bara að lýsa fyrir ykkur að það búið að reisa fullt af girðingum og sem að hefur alveg verið rökstutt á sínum tíma. Ég meina augljóslega ekki vilji til að fá fólk frá löndum utan Schengen þegar þessar girðingar eru reistar. Og það er margt fleira í þessu sem ég kannski ekkert að telja eins og fólk þarf að sýna fram á framfærslu til einhvers ákveðin tíma, það fullt af gögnum sem þarf að skila og það ekkert óeðlilegt raun og veru við þetta. En það sem ég bara segja, og þetta ekki einu svona ábyrgð okkar, þetta ekki ábyrgð sveitarfélagana að breyta þessu, en það sem ég bara segja, ef við viljum horfa til framtíðar og átta okkur á því hver það eru sem munu standa undir velferðinni til lengri tíma, að þá ættum við að fara núna að þrýsta á að breyta þessu kerfi til þess einfaldlega að við getum verið sjálfbært samfélag í staðinn fyrir að standa í stappi við önnur lönd íbúa sem nágrannalöndin okkar við tókumst á sömu íbúana skiljið. Þannig að
að það bara þess vegna sem ég vildi nota tækifæri að því ég hafði ekkert út á þess að stefnu að setja, vildi ég bara nota tækifæri til þess að aðeins að viðra þetta mál, að við horfum til lengri framtíðar það hvernig við ætlum að viðhalda velferðinni hérna í okkar samfélagi. Þannig að það eru við hérna á pólitíska rófinu sem þurfum í raun og veru að beita okkur fyrir því að lagfæra þetta kerfi til þess að við sitjum ekki uppi með eitthvað eftir kannski 30 ár. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki málsins til að biðja varaforsetann að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, til að byrja að þakka eins og aðrir Róberti fyrir fína ræðu og yfirferð á málaflokknum og ég segi nú bara svona fyrir mitt leyti þá fannst mér bara vera alveg ágæti stefna þarna inni og hún tengjast í sjálfu sér starfsáætlun. Ég held að svona allavega það sem ég hef kynst og inn í ráðum að þá er verið að gera stefnu sem við náttúrulega það er svona framtíðarsýnin það sem við ætlum að stefna á að gera. Síðan er starfsáætlun einhver skref í þá átt út frá þessum stefnum og stefnuræðan kannski fylgir svolítið því starfsáætlunni þar að segja hvað er bara núna næst á baugi en auðvitað er lengra markmið þegar við erum að horfa til þessar flottu stefna þar sem við allir vilja gera allt fyrir alla. Það er kannski svona, þangað viljum við stefna, við erum bara ekki komin nema þetta eina skref og þessi litlu skref sem við tökum hvert sinn og það auðvitað tengist á fjárhagsáætlun. Þannig að við erum auðvitað að tengja þetta allt saman og það eru við sem ráð, sko, þá ætla ég nú bara, ég segi, þegar maður lesi velferðar, bæði stefnuna og það sem verið að gera hér í velferðarmálum á Akureyri, þá fyllist ég bara stolti. Mér finnst við vera að standa okkur alveg gríðarlega vel. Við erum með frábært starfsfólk þarna inn í þessum deildum, bara öllum, þar sem að verið að horfa til alls konar nýrra lausna, finna ódýrari lausnir á vandamálum sem við stöndum frammi fyrir til þess að við getum einmitt þjónusta fleiri og gert betur og verið að læra því að við erum auðvitað öll að læra og samfélagið er að breytast og við erum að stöndum frammi fyrir nýjum vandamálum bara sem fylgja bara breyttum lífsháttum og svo framvegis. Þannig að ég held að ég segi fyrir mig, ég er bara alveg óbúslega ánægð með það starf sem unnið er á Akureyrarbæ og ég held að við stöndum svona á landsvísu gríðarlega sterk þó að við getum auðvitað alltaf gert betur og það eru einstaklingar hérna sem að fá ekki lausn sinna mála og við getum örugglega fundið úrræði eða tilfelli þar sem að við stöndum svolítið ráðþrota framfyrir. En þar lendir okkar starfsfólki að upphugsa og finna og tala við sína kollega út allan heim til þess að getum við gert svona, getum við gert hins vegar, hversu stórt er samfélag og hvernig getum við í raun haft efna því að sinna því. Mér finnst hérna, ég ætla svo bara einmitt að nefna hérna eins og aðrir Bjarmahlíð og Barnahús sem er nýtilkomið sem er bara svona á þessu ári alveg gríðarlega jákvætt og þakka lögreglustjórunum nafnum minni sérstaklega fyrir að ýta því verkefni áfram ásamt auðvitað öllu þessu starfsfólki. Og þarna erum við að taka þessi litlu samt stóru skref í það að veita bæjarbúanum betri þjónustu. Þannig að þarna getum við verið alveg gríðarlega stolt af því sem hefur verið gert og vandamálinu sem við stöndum frammi fyrir hvað varðar kannski þá sem minnst mega sín og við hérna stöndum svolítið svona eigum að gera þetta fyrir þennan og þetta er svona allt á einstaklingsbasis. Það sem að eitt úrræði virkar ekkert fyrir alla og hversu mörg og hversu margar lausnir eru að vera með og höfum við bara hreinlega efna því. Og þá kemur kannski að því sem að bæjarfulltrúi Sóley kom inn á hver ætlar að borga hérna þegar við verðum orðin gömul og það er færri til að vinna fyrir þessum stækkandi fjölda eldri borgara sem að þurfa þá kannski meiri þjónustu og þá veikra líka sem að við getum í raun haldið lengur á lífi og vonandi bara við betri heilsu. Og þá hérna hef ég verið bara alveg gríðarlega hrifin af þeim skrefum sem hafa verið tekin í öldrunarmálunum og þar erum við líka bara fremst í flokki á landsvísu. Það sem hefur verið að upphugsa einmitt nýjar lausnir, það sem við getum sinnt fleirum, hjálpa fólki til sjálfshjálpar, nýtt og ég held að framtíðin verði einmitt að nýta betur eldra fólkið. Það er að segja að við bara hérna séum virk lengur, við eiginlega verðum að gera það, við getum ekkert
ef við ætlum að sinna öllum þeim verkefni sem við erum að sinna, okkur vantar hérna starfsfólk og okkur vantar fólk til landsins og hverju koma, ég einmitt kynntist þessu Schengen-dæmi bara sjálfsagt sama máli og þú, eða er aðeins komin inn í það, að ég hérna nefna bæjarfulltrúi Sólu. Þannig að ég held að sko, einmitt, framtíðin, við erum ekki að fara að fjölga okkur Íslendingar svona líffræðilega, við sækjumst, komum til með að bjóða fleiri erlenda borgara velkomna og það frá öllum heiminum og öllum heimsornum og það það bara eitthvað verkefni til að leysa og við tökum það líka væntanlega í einhverju skrefum líkt og annað. En enn og aftur ég vil bara þakka kærlega fyrir bara fína stefnuræðu og já, við erum nóg í bili. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi en aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tektu máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir þakka Róberti fyrir bara fína stefnuræðu. Ég tek undir með bæjarfulltrúum sem hafa undan mér komið að við erum að gera mjög vel og ég held að því sé að þakka mjög góðu starfsfólki og ég hef heyrt eins og örugglega flest við hér inni að það er verið að horfa til okkar í þessum málum og þá sérstaklega kannski í málumnum fatlaðs fólks og í öldrunarmálunum og ég hef nú fengið að sitja í rekstrarráði öldrunarheimilina núna undanfarið og fengið að kynnast þeim málaflokki aðeins í gegnum það og sé þar greinilega erum að gera mjög vel og þær nýjungar sem bæjarfulltrúi Halla kom inn á eru held ég það sem að koma skal og ég heyrði þá bara á ráðherrum daginn að þeir séu ánægðir með fyrstu skrefin sem við erum að taka í þessu og munu klárlega að horfa til þess að gera þetta víðar. En það sem að ég velti stundum fyrir mér er einmitt þessi þáttur hvort að við séum ávallt að fá full greitt frá ríkinu þar sem ríkinu ber að greiða. Og það er klárlega ekki í öldrunarmálunum og við höfum nú verið að reyna að berjast fyrir því og þar eru það daggjöldin sem við teljum ekki vera að standa undir því sem ríkinu ber að greiða. En ég velti fyrir mér líka hvort að gráu svæðunum fari fjölgandi og þeim stækki og meiri kostnaður sé að fara yfir á sveitarfélagið heldur en á að vera. Og þar verðum við líka aðeins að horfa til okkar og eins og Gunnar kom áðan inn á með dæmi eins og með áfengisráðgjafann. Er þetta hlutverk okkar eða hlutverk ríkisins þó ég teki undir með honum að þetta sé nauðsynlegt og þurfa að vera, en þá er spurningin hver á að greiða. Eins er annað hér sem mig langar að koma inn á því að ekki alls fyrir löngu sæti hér fund með lögreglunni og nokkrum aðilum sem er umhugað æsku sveitarfélagsins og þá sérstaklega þeirra sem að lenda í slæmu málum og lenda í neyslu. Og þar er verkefni sem að margir hafa áhuga á að verði komið á og það er áfangaheimili fyrir unga aðila sem eru nýkomnir úr meðferð og hafa í engin önnur hús að venda þegar þau koma tilbaka. Og ég er allavega á því og mun tala fyrir því að við reynum að berjast fyrir því að fá fjármagn í þetta verkefni frá ríkinu. Ég veit að það er eitthvað að byrja að skoða þessi mál þannig að það væri kannski bara ágætt að fá upplýsingar hvar það stendur því að við erum nokkuð mörg allavega sem erum að viljum koma þessu á koppinn þannig að það væri bara ágætt að fá frá formanni hver staðan er og hver umræðan hefur verið innan nefndarinnar. En allavega til upplýsinga eftir þennan fund að þá höfum við pínu áhyggjur af stöðunni. Það er mikið að lyfseðilsskyldum lyfjum hér í umferð og ungmenni er að sökkva mjög hratt
þeim fyrir ekkert mikið fjölgandi kannski en þau falla hraðar heldur en hefur verið og því mikilvægt að við séum í stakk búin bæði til að grípa inn í þegar svo verður en líka í það að vera með tryggar forvarnir. Og þar kemur líka annar þáttur, hvert hlutverk okkar og hvað hefur við að greiða í forvörnum og hvað á ríkið að greiða í forvörnum. Ég á því að staðan á Íslandi sé bara orðin þannig að við þurfum að fara í landlæga forvarnar herferð, gagnvart eiturlyfjum. Þannig að ég held að það sé líka stórt verkefni sem að við þurfum að berjast fyrir að verði farið í. En bæjarfulltrúi Sóley segir að núið sé í lagi en samt sem áður þá klingja viðverabjöllur allavega hjá mér af því að þegar við erum að sjá hversu ört stækkandi öryrkjahópurinn fer þá fer maður pínu að hafa áhyggjur einmitt eins og Sóley kom inn á hverjir eiga að vera á vinnumarkaðnum og standa undir kostnaðinum af öllu velferðarkerfinu. Ég satt kynningu hjá Virk ekkert alls fyrir löngun sem að sýndi einmitt þróun sem ekki góð í þessum efnum og sérstaklega hjá ungu fólki. Við erum að sjá mikla aukningu í kvíða og þunglindi sem að taka fólk út af vinnumarkaði. Við erum að sjá kulnun í starfi fara ört vaxandi. Þannig að mjög mikilvægt að við sem að taka umræðuna og hvernig við ætlum að sporna við þessu og hvaða fyrirbyggjandi aðgerðir við ætlum að fara í. Og þá held ég kannski líka við verðum að horfa inn á við sem Akureyrarbæ, sem vinnustað, varðandi til dæmis kulnun í starfi. Mér langaði aðeins að spyrja formann að því að þú kemur inn á í ræðinu með nýjum lögum málefni fatlaðra sé frístundaþjónusta fyrir fötluð börn með langvarandi stuðningsþörf orðin lögboðin eða bundin. Þannig að mér langaði bara að spyrja hvort að því fylgi fjármagn að fullu. Síðan langaði mig aðeins að því það hefur aðeins verið í fjölmiðlum varðandi aðgengismál fyrir fatlað fólk. Hvort að við höfum verið að hvetja fyrirtæki og stofnanir til þess að laga þau mál hjá sér. Þannig það væri gott að fá upplýsingur það. Síðan komst það aðeins inn á innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu í sveitarfélaginu og nauðsynlegt sé að halda þeirri vinnu áfram. Ég finnst þá sá þáttur fyrir frekar ofarlega í forgangsröðinni hjá mér, þannig að mér langar bara að fá upplýsingar bara hvar svo vinna stödd og hvernig stöndum við miðað við önnur sveitarfélög í þeim efnum á velferðarsviðinu. Og eins með velferðartækni og nýsköpun, að því velferðarstefnunni segir að við ætlum að leggja áherslu á að styrkja rannsóknir, nýsköpun og þróunarstarf í velferðarþjónustu. Ég finn fyrir gríðarlega miklum áhuga hjá starfsfólki og metnað í þessum efnum. En ég hef líka heyrt það að það vanti svolítið stefnu pólitískar fulltrúa og fjármagn sé skilyrt í þessu verkefni. Þannig að mér langar bara að spyrja hver stefnan sé og hvernig umræðan hefur verið innan ráðsins í þeim efnum. Og hugsanlega kemur það fram í aðgerðaáætluninni sem á eftir að birtast en þannig að væri ágætt að fá það fram. Ég hef alltaf talað mikið fyrir því að við eigum að setja okkur mælanleg markmið og við eigum að vera að vinna eftir gögnum eins og við getum en ekki tilfinningu. Þess vegna langaði mig aðeins að spyrja að því að ég fékk upp í hendurnar skýrslu frá Kópavogi þar sem að félagsleg framþróun hefur verið kortlögð. Hvort að það hafi eitthvað verið skoðað. Þetta verkefni var unnið og þróað í samvinnu við Social Progress Imperative og þarna kemur fram að félagslegar framfæri segi til hæfni samfélagi til að mæta grunnþörfum borgarna, stuðla að og viðhalda lífsgæðum þeirra og veita einstaklingum tækifæri til betra lífs. Og þetta líka tengt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en við tölum ekkert alls fyrir löngu það að fara að tengja stefnur okkar við þau. Og þarna notast við vísitölu félagslegra framfara, þannig að mér langar bara, ég hafði ekki séð þetta verkefni áður og ekki þessa skýrslu, þannig að mér langar bara að
spyrja hvort að þetta hafi eitthvað verið skoðað hjá okkur því að þarna kemur gríðarlega mikið magn af tölulegum gögnum fram og þarna verið að setja saman það sem að talið skipta máli til þess að ná félagslegum framförum. Ég ætla að láta þetta uppbíli en kem það bara aftur ef að fleiri spurningar vakna. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið málsins, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk kærlega fyrir þessa góðu stefnuræðu. Ég verð að viðurkenna að ég segi eins og sumir, ég verð ákaflega stolt af bæjarfélaginu mínu þegar það kemur að ýmsum málefnum sem heyra undir velferðarráð. Og það sem að mér finnst skipta öllu máli að því að stundum erum við að leita eftir hverjum það að þakka, það þessi eða hinn, að þá held ég að það sé því að þakka að samstarfið gott og allir leggja eitthvað að mörkum. Við höfum nefnt samstarfi til dæmis við lögregluembætti sem hefur skilað ótrúlegum árangri sem ég held að við getum fagnað virkilega með opnum Bjarmahlíðar og barnahús sem eru miklu mikilvægri skref heldur en að við áttum okkur á þeim veruleika sem að þar og það að þetta sé að verða veruleika vegna þess að það var fullt af fólki með sameiginlegt markmið að gera betur sem tók höndum saman. Hvort sem það starfsfólk Akureyrarbæjar, lögregluembættisins, pólitíkin eða aðrir. Þetta minnir mann svolítið á þann frasa það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Stundum þarf heila þjóð til þess að annars hvort annað. Og stundum allan heiminn eins og Sóley benti svo vel á hérna áðan. Hvernig ætlum við að láta það ganga upp að við getum stutt hvort annað og veitt aðstoð og látið okkar minnstu bræður ekki falla niður glufurnar. Og það auðvitað stóra markmiðið. Við getum rætt fram og tilbaka og ég held að sé alveg ástæði til að ræða það meira sér fram og tilbaka hvernig við ætlum að láta stefnur tóna við starfsáætlanir sem tóna við aðgerðaráætlanir sem að skila sér í ákveðnu fjármagni. Og ég held að það sé bara full ástæða til þess að gera það enn betur, enn skýrar og enn markvissar og ég held við séum á þeirri vegferð. Við erum öll sammála það, höfum rætt það hér vegna þess að góðar stefnur sem tóna við starfsáætlanir og aðgerðaráætlanir sem tóna við fjármagn skiptir öllu máli. Auðvitað á stefna ekki að vera bara eitthvað falleg orð á pappír sem eiga að segja nú ætlum að vera góð við börn og gamalmenni, punktur. Heldur hvernig, hvenar, hvað kostar það, erum við til í það. En það sem ég finnst þó skemmtilegt af því að ég kannski einmitt að þessi stefnuræða finnst mér tóna alveg hreint ágætlega bæði við stefnu í málaflokknum og það aðgerðir sem inn í starfsáætlun. Kannski bara við getum skoða hvernig það matreitt betur en mér finnst líka bara ótrúlega mikið búið að gerast núna að því ég kom nú hérna inn, það orðið ár núna síðan ég kom hérna inn í bæjarstjórn og hugsaði sér það að bara árið 2019 urðum við tilraunir sveitarfélagi NPA-samningum. Gríðarlegt hagsmunamál sem búið að berjast fyrir lengi og það raungerast hérna á Akureyri. Barnahús það sama á þessu ári, Bjarmahlíð á þessu ári. Við erum að koma upp íbúakjarna fyrir 6 íbúðir, það bara í byggingu, það að gerast. Það hófst samstarf við Alzheimer samtökinu og við réðum heilabilunar ráðgjafa inn á öldrunarheimili Akureyrar. Og við erum bara að tala þetta ár. Og mér finnst það í rauninni frábært. Ég líka rosalega glöð að heyra þetta með kappana vegna þess að ég hef heyrt mjög mikla þörf þar að aldurshópurinn verði þá 2 eins og var rætt hérna í stefnuræðinu, mér finnst það frábært. Og það sama á við að félagslega liðveislan sé fyrir hópa líka. Ég held jafnvel að það sé, mér finnst það allavega hljóma eins og spennandi án þess að ég þekki það til hlítar. Og það tilraunaverkefni að auka þáttöku einstaklinga með geð- og félagslega úrræði sem að hófst sem tilraunaverkefni í fyrra. Mér finnst líka ótrúlegt að því það svona verkefni sem að verða kannski ósýnilega en taka ótrúlegan tíma eins og verkefnum varðar persónuvernd og þá ekki síst í þessum málaflokki, ekki síst undir velferðarráði og rafræna stjórnsýslu. Ég held að við séum öll svolítið á þeirri vegferð og við höfum nú fylgst með því inn í bæjarráði hvernig það að tikka inn fleiri verkefni sem hægt að nálgast rafrænt. Og svo ég auðvitað spennt fyrir því að það komi þessi 69 hjúkrunarrými við Lögmannshlíð.
Ég tek samt auðvitað undir með bæjarfulltrúa ef sérstaklega varðar börnin okkar og forvarnir. Auðvitað fær maður í magan, við erum að ána með það að barnaverndartilkynningum hafi fækkað niður í 554. Það er samt svakaleg tala. Það er meir en 1 á dag í litla þorpinu okkar hér sem að manni líður stundum eins og að sé lítil paradís. Og auðvitað er við fegin að tilkynningarnar komi. Það er ekki það. En það gefur okkur samt vísbendingu ýmislegt og það sama þegar við erum að tala þetta sem tengist öllu að öryrkjahópurinn sé að stækka og kulnun, ég hef nú oftar heyrt að það sé að þróast út í bara kulnun í lífi, ekki bara kulnun í starfi og kulnun í lífi sé eitthvað sem við þurfum aðeins að horfast í augu við og við vitum ekki alveg kannski nákvæmlega hvernig við eigum að gera það en það er raunverulegt vandamál í dag. Kvíði, þunglindi, kulnun í lífi er að taka fólk úr samfélaginu okkar. Það hefur líka áhrif á börnin okkar. Vegna þess að afleiðingarnar koma í gegn þegar það er kvíði og þunglindi þá verður það heil fjölskylda undir. Það er engin bara einn með það og það hefur ekki áhrif á neina aðra. Og ég vildi væri með öll svörum við því en ég veit þó að við þurfum að taka því alvarlega held við ættum að gera það. Hvað var það forvarnamál sem er eiginlega svona hluti af næstu í sama elementinu. Ég man að ég hóf að vinna í forvarnamálum árið 1997 fyrir síðustu aldamót og þá vorum við að tala rosalega mikið hvað við ættum að gera því það er allir að taka forvörnum, hvort það eru forvarnir að tengjast kvíða, þunglindi eða fíkniefnum mjög alvarlega og það langar öllum að gera allt af því við viljum ekki að börnin okkar verði þannig veik. Og ég man að við fórum í gegnum rosalega mikil verkefni jafningjafræðslu sem ég var þátttakandi að stofna á sínum tíma en svo fór þetta rosalega mikið út í plaggöt og auglýsingar og svona herferðir sem eru einhvern veginn sýnilegar en á sama tíma þá var líka tekið af því að bæjarfulltrúi Eva var að tala Social Progress Index sem er reyndar alveg ótrúlega áhugaverð félagslega framfærir að horfa með þeim gleraugum að þá fórum við sem þjóð í ótrúlega eftirtektarvert verkefni sem gerði það að verkum að neysla á áfengi og reyndar fíkniefnum líka hófst síðar. Þið munið þetta örugglega þeir eru mörg, við erum hérna miðaldra. Það var ekkit óalgengt að byrja að drekka 13-14 ára og síðan sem er náttúrulega fyrst í vímugjafan og svo framvegis. En við fórum í fullt af verkefnum þar. Nú er bara spurning sem hefur verið rætt og ég hef heyrt áfengis- og forvarnafulltrúa Akureyrarbæjar nefna að taka næsta skref vegna þess að sumarið eftir grunnskóla er sumarið það sem allt gerist. Það er þá sem er spurningin þarf þetta vegna þess að framheilin okkar er ennþá þroskast, við þyrftum að hafa þennan aldur aðeins hærri og við eigum gögnin hvernig við gerðum þetta þegar við hækkuðum þetta upp í 16 ára. Við þurfum bara að gera það sama upp í 18 og nota einmitt mælanleg gögn til þess að ná þeim árangri og þar voru foreldrar og eftirlit og alls konar leiðindi hluti af því. Foreldravaktin, munið eftir appelsínu gulu vestunum. Þetta var hluti af ákvörðun heillar þjóðar að þetta væri ekki lengur í boði. Og það er stórkostlegt og við náðum árangri þar. Hugsið ykkur breytingarnar. Ég man að ég var nú að taka gönguferð gamla hverfið mitt í Reykjavík og ég stóð fyrir framan Hagaskóla og ég man eftir mómentinu þegar ég var út að reykja í 8. bekk að bölsóttast yfir í hvað var ógeðslega glata kennararnir fengja reykinn og kennaraskrifstofu við þegar þurftum að fara út. Hugsið ykkur, við myndum bara eitthvað hringja á lögguna í dag sko. En það er þannig að hlutinni geta breyst en það er ákvörðun heilla þjóðar að breyta því. En ég vil bara þakka Róberti og starfsfólkinu og pólitíkinni og lögregluvaldinu og öllum sem hafa komið öllum þessum verkefnum fyrir það að ég held að þessi allir með auga á boltanum. Hvað var það velferðartækni líka upp á öldrunarheimilum Akureyrar, þar finnst mér sýnin líka ótrúlega aðdáunarverð og spennandi og auðvitað þurfum á öllum tímapunktum að hugsa líka fjármuni. Það er svona leiðilega hliðin á þessu. Okkur langar til þess að gera allt fyrir alla. En það er samt, það skemmtilega er þó að það er hægt að horfa á bæði. Það er hægt að gera bæði betur og eins og Róbert kom inn á í stefnuræðu sinni að það er ekki allt mælt í steinsteypu, heldur oft í nálgun og hvernig. Þannig að ég held að peningarnir þurfu ekki að stoppa okkur. Við þurfum bara að hafa sýnina eins og hún telji að sé góða. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og aðrir að byrja hérna að þakka varaformanni velferðarráðs Róberti fyrir að koma hérna og halda stefnuræðu. Það er ekkert sjálfsagt mál og eflaust ekkert einfalt að taka sér til sem varaformaður og halda stefnuræðu hér og svara fyrir. En mér fannst hann bara fara vel inn á þau verkefni sem eru í gangi á velferðarsviðinu og maður sá að í rauninni hvað þetta tengist inn á mörg önnur svið hjá bænum. Og ég í fræðsluráði sé það og tengist það í mínu störfum í rauninni hvað samvinnan er mikil þarna á milli og í rauninni er þetta þjónusta frá vöggu til grafar við bæjarbúa Akureyrar. Mér heyrist nú hérna á máli manna að við getum öll verið sammála um það að Akureyrarbær er að gera virkilega vel. Starfsfólk er að standa sig og er öll að vilja gera til þess að gera enn betur. Vissulega tekur þetta tíma og þetta kostar fjármagn og við þurfum kannski líka að horfa til þess eins og hefur komið fram hér áður að horfa á hvað eru lögbundin verkefni og hvað eru ólögbundin verkefni, hvert er okkar hlutverk í þessum verkefnum og hvert er í rauninni ríkisstjórnarinnar. En ég get alveg tekið undir það sem hefur sagt hérna varðandi börnin okkar og forvarnir. Þetta er gríðarlegt áhyggjuefni, hver stefnir varðandi eiturlyf og annað hérna í bænum og bara landinu öllu og þurfum að hafa hugann við þetta og það er verið að vinna verkefni og við þurfum bara virkilega að hafa augun á boltanum hérna líkt og Hilda Jana bæjarfulltrúi kom inn á hérna áðan. Það sem að sló mig kannski hvað mest í ræðu varaformans var hvað öryrkjahópurinn hefur stækkað núna á milli ára. Þetta er gríðarlegt áhyggjuefni og við verðum vör við það víðsvegar í kerfinu hvað langtímaveikindi, hvar þau hafa aukist líka og þá kemur inn kulnun í starfi og fleiri þættir og þetta er bara áhyggjuefni. Þetta er margþætt mál og það er engin einföld lausn á sig. Ef hún væri til staðar þá værum við eflaust búin að grípa hana og nýta okkur hana. En þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða. Við þurfum að skoða álagið á starfsstöðvunum okkar og hvað við erum að gera og hvort við getum forgangsraðað einhvern annan hátt til þess að bæta þetta ástand. En það er nú þannig með forvarnir að það kostar peninga og það taka tíma og maður sér ekkert árangurinn alltaf strax. Maður sér hann ekki fyrir kannski jafnvel eftir nokkur ár. Og þá þarf að hafa þolinmæði og þá þarf að hafa þolinmótt fjármagn líka til þess að ráðast í þetta allt saman. En mér langaði svona aðeins að koma inn á forvarnir varðandi eldri borgara líka. Vegna þess að eins og komið fram við áðan þá eru eldri borgarum að fjölga. Þegar við erum hressari lengur ef þannig má orði komast og þegar við komum inn á öldrunarheimili þá erum við orðin eldri og við þurfum meiri þjónustu heldur en var á árum áður. Þannig að það er rauninni, já. En það er samt þannig að í dag er kynslóð að koma upp sem hefur stundað skipulega hreyfingu allt sitt líf og ég held að við höfum að grípa það tækifæri. Þetta er algjörlega óplægður akur og ég var þess ánægð aðnjótandi að fá kynningu á verkefninu hans Janusar á síðasta kjörtímabili sem ég bara virkilega spennandi. Það sem hann er búin að vera að kanna hvað styrktarþjálfun hefur mikil áhrif á eldri borgara og getur haldið þeim lengur heima sem að flestallir vilja gera. Og það sýndi sig svart á hvítu að styrktarþjálfun hún eykur í rauninni lengi tíma sem einstaklingar geta verið heima og þó að verkefni hans sé flott þá getum við líka heimfarta hér. Við erum með líkamsræktarstöðvar, við erum með allt til alls þess að nýta þetta og gera þetta. Við erum eins og ég segi með eldri borgara sem eru að koma núna sem að hafa stunda skipulega hreyfingu allt sitt líf og eru kannski óhræddir við að fara inn líkamsræktarstöðvarnar sem að eldri kynslóðin kannski hefur verið smeyk við áður, þekkir þetta kannski ekki jafn vel og ég held við eigum að hvetja til þess. Við erum líka að nýta bogan okkar þar sem við erum að bjóða fólki upp á að koma og ganga hring inni við vetrartíman. Við eigum frábæra sundlaugar og mér finnst fátt skemmtilega en að fara í sund og sjá sundleikum þarna sem er sístækkandi hópur og svo má áfram telja. En mér langar svona aðeins kannski að nýta tækifæri hérna rétt í lokin til þess að hrósa starfsfólki öldrunarheimilanna sérstaklega fyrir vegna þess að það er nú ósjaldan sem maður sér einhverja frétt þar sem að öldrunarheimili komið fram þar sem þau hafa verið að þróa sína starfsemi, það er verið að nýta tæknina til að gera betur og einnig vil ég fagna því líka fjölgunin á dagþjálfunarrýmum því þarna erum við að koma til móts við hóp fólks sem vill vera heima hjá sér, þarf á einhverju aðstöðu að halda til þess að geta verið lengur heima en getur fengið hana þarna í öldrunarheimilanum gegnum dagþjálfunarrýmum. Og ég vil bara fagna því og hlakka til að sjá hvernig þjónustan þróast áfram. Takk fyrir mig.
Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líka að byrja á því að þakka Róbert fyrir stefnuræðina. Ég sit nú í velferðarráði og ég hef eiginlega sagt það reglulega síðastliðið ár síðan að ég tók sæti þar að það hefðu sennilega allir gott að því að sitja í velferðarráði í smá tíma. Ég hef lagt gríðarlega mikið hluti sem að ég vissi ekki einu sinni að væri til og ég get tekið undir það sem hefur verið sagt hérna. Ég held að við getum verið rosalega stolt af því hvernig bærinn okkar að sinna þessum málum og við getum verið stolt af starfsfólkinu sem við höfum til þess að sinna þeim. Það leggur sig mikið fram að gera vel og oft kannski af, takmörkuðum efnum, hefur bara megum orðað það þannig. Því eins og fram hefur komið líka og snýst þetta alltaf forgangsröðun og peningum og við höfum ekki alltaf peninga til þess að gera allt. Það var aðeins tala hérna tengingu við stefnuna og það náttúrulega komið fram að aðgerðaráætlun í vinnslu. Ég þeirra skoðunar og mér fannst það og við fengum nú öll að fara yfir hérna stefnuræðunars Róberts að hún kom hingað að mér finnst hún fara ágætlega með velferðarstefnu Akureyrarbæjar og ég lít svo á í rauninni að hér séum að ræða stefnu velferðarráðs, einmitt kannski þess vegna. Ég allavega tilbúin til að standa bak við þessa ræðu með honum. Og velferðarstefnan samþykkt af velferðarráði þannig að þar talsverðan samhljóm að ræða og mér fannst hann fylgja því mjög vel hvað kemur fram í þeirri stefnu. Auðvitað stefnan þannig að hún sett á ákveðnum tímapunkti en hugsuð til framtíðar og eins og Sóley kom inn á þá náttúrulega mikilvægt að reyna að rýna líka í framtíðina og oft það ekki, hún verður ekki alltaf eins og við hugsuðum hana þegar á stað var farið. Og þá þurfum við líka að geta sýnt sveigjanleika til þess að bregðast við því. Það var hérna að tala nokkur atriði sem að kannski mættu vera skýrari eða væri óljós. Mér langar að aðeins að ég rendi nú bara því ég var nú með stefnuna hérna með mér. Yfir nokkra punkta sem að koma fram í henni sem að ég held að hafi einmitt komið mjög vel fram hjá Róbert að við erum að tækla. Og við til dæmis hérna kemur, leggja skal áherslu á að styrkja rannsóknir, nýsköpun og þróunarstarfi velferðarþjónustu. Unnið verða þróun, þjónustu og lausna með nýrri tækni og nýjum aðferðum eða skipulagi. Stuðla skal að aukinni þekkingu og möguleikum og lausnum á sviði velferðartækni með fræðslu og aðgengi að upplýsingum og fræðsluefni. Þetta náttúrulega allt eitthvað sem búið að vinna að mjög markmist og kannski má sérstaklega nefna á öldrunarheimilunum hvað þau hafa staðið sig vel hvað þetta varðar. Þannig að þetta kemur fram í stefnunni, þessu erum við að vinna að og þetta kom fram hérna áðan. Annað sem má nefna. Tryggja skal upplýsingar og þjónustu sé aðgengilegar öllum og þá skerðingu og færni. Ég veit ekki betur heldur en að það sé verið að vinna við heimasíðu Akureyrarbæjar það að gera efni aðgengilegar þar fyrir alla, meðal annars með því að geta hlustað á það og með einfaldari texta. Sérstaklega skal huga fræðslu til handa fólki með heilabilun og aðstandendur þeirra, það kom fram hérna áðan, það verið að halda námskeið fyrir og þau verða í boði áfram fyrir aðstandendur fólks með heilabilun. Akureyrarbær leggur sitt af mörkum til að öll börn búi sem bestu uppvaxtarskilyrði óháð fjölskyldugerð með fræðslu og ráðgjöf til foreldra, stuðningi og aðstoð eftir því sem við á. Það má kannski nefna það að í starfsáætlun gert ráð fyrir undirbúningi við fjölskylduhús til dæmis sem meðal annars nýtast til uppfræðslu fyrir foreldra sem að þurfa á því að halda og akkúrat liður í þessu markmiði. Ég geti pikkað hérna út fleiri. Hvetja skal börn til stunda tómstundur og vinna því að jafna aðstöðumun fjölskyldna, til dæmis vegna kostnaðar við þátttöku barna í félags- og frístundastarfi. Það nú þegar búið að hækka frístundastyrk og hér var verið að tala kappana sem núna verið að setja yfir 2 aldursflokka. Ég ætla ekki að telja meir upp, það fleira sem kemur hérna fram. Ég ætlaði kannski bara að segja það líka og svona benda á eða ítreka það að mér finnst að það sem að í rauninni kom fram í stefnuræðinni, það lýsir stöðun í dag og næstu verkefnum, en stefnan til lengri tíma og væntanlega mun næsta stefnuræða á næsta ári sýna lengra inn í stefnuna og þá við getum tjekkað í fleiri box.
Ég tel að, og kannski það sem að mér finnst svona áhugaverðast og svona, hvað maður segja, ég er stoltust af með það, og það starf sem ég hef kynst hérna og það sem framkom núna í ræðin hjá Róbert og þessari stefnu sem er búið að samþykkja, velferðarstefnu fyrir Akureyrarbæ, að það hefur ofsalega skýrt meginstef þegar kemur að valdeflingu, gagnkvæmni virðingu og að virða sjálfsökunarrétt og sjálfstæði einstaklinga. Það eru hérna nefnd gildin, fagmennska, virðing og gegnsæi sem eru eitthvað sem mér finnst að sé unnið gríðarlega vel eftir. Það kom bæði hérna fram í máli Róberts en er líka svo greinilegt í öllum vinnubröðum starfsmanna velferðarþjónustunnar. Við höfum frábært starfsfólk sem er lausnamiðað og tilbúið að leita bestu leiðar til að leysa oft mjög flókin og erfið mál. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir í loki máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi orð mín hérna áðan stefnuræðu eða skýrslu, þeim er ekki beint gagnvart neinum sérstökum einstaklingi inni, heldur snýst þetta formið sem við erum búin að koma á í þessum stefnuræðum, sem ég tel að við þurfum að taka aðeins upp. Og mér fannst nú bæjarfulltrúi Gunnfríður kom akkurat aðeins inn á þetta vegna þess að henni þótti ástæðu til að lesa upp úr velferðarstefnunni ákveðin stefnu mið og útskýra. Málið er nefnilega það að við þurfum að tengja þetta saman. Ég ætla ekki að deila við ykkur það að það er heilmargt sem kemur fram í stefnuræðunni eða skýrslunni sem liggur hérna fyrir fundinum sem að snýr að stefnunni. Hins vegar er málið þetta. Annarkvort erum við að gera upp eitthvað og segja við erum stödd hér eða við ætlum að ræða, við erum stödd hérna, hvert ætlum við næsta árið, næstu 2 árin, næstu 3 árin og leggja þá línur áfram með stefnuna. Og það er alveg hárrétt að ef við ætlum að til þess að tryggja nægilegt framboð félagslegra íbúða á vegum sveitarfélagsins standa þeim til boða sem ekki geta aflað sér húsnæðis á almennu markaði vegna félagslegra aðstæðna, þá þurfum við að geta svarað því hvar stöndum við í þessu verkefni og hvar ætlum við að vera eftir 2 ár eða 3 ár. Það er það sem mér finnst við þurfum að vera að ræða. Við erum öll sammála það að starfsfólk og stjórnendur á búsetusviði, fjölskyldusviði og svo í öldrunarheimilum standa sig firna vel. Það er að gera vel, mjög vel. En við þurfum að vera alltaf á tánum í þessum málum líka. Hér er til dæmis talað búsetanir þjónustu frekar víðtækana biðlisleiti búsetur í lok síðasta árs voru 25 einstaklingar. 19 voru á bið eftir þjónustukjarna en 5 á bið eftir áfangaheimili. Og hvað ætlum við að gera með áfangaheimilið? Það eru 5 á bið. Það er líka að tala hérna gránufélagsteymið og við höfum svo sem lítið komið inn á það að það var töluverð umræða hérna fyrir 2 árum í bæjarstjórn, kannski 2 ár síðan þegar við vorum að ræða heimilislausa Akureyringa, þá sem áttu hvergi höfða halla, voru taldir veringstar á bilinu 5-20 sem voru í hvað verstum aðstæðum. Hvar erum við stödd með það verkefni í dag? Hver er fjöldin? Það verður gaman að vita það til dæmis í núna, þannig að við getum svona aðeins rætt það. Þetta er snúið verkefni og við leysum ekki all verkefni bara svona. Það bara gerist ekki þannig. En við þurfum að hafa einhverja svona sýn á það, hvernig við ætlum að fara inn í þetta. Okkur hefur ekki tekist að koma upp svona litlum húsum eða gámum til að þjónusta þetta fólk. Og hvað erum við þá að gera?
fólk hefur verið að flytja inn í einhver húsnæði á vegum bæjarins. En hvað ætlum við að gera til að mæta þessu fólki á næstu? Því ég held að vilja enginn horfa upp á það að þetta fólk sé hérna á götunni og hafi hvergi höfðu að halla. Þannig að það er ótrúlega mörgu svona að hyggja. Öldrunarheimilin að gera frábæra hluti í nýjungum og ég held hluti sem eiga eftir að hafa áhrif til lengri tíma annars staðar. En það er eitt sem ég er alltaf spurður í Sundi. Af hverju fá hjón ekki að vera saman inn á öldrunarheimilin? Sem dæmi, þá kannski fer konan eða maðurinn inn á öldrunarheimili vegna þess að ástandið er bara orðið þannig að það er metin þörf að viðkomandi þurfi að vera inni og viðkomandi einstaklingur eða maki, hann getur ekki sinnt þessu lengur heima. Þó farð inni, til dæmis inn í lögmannslíð, stóru herbergi, maki fær að vera hjá viðkomandi allan daginn, borða og vera þarna fram á kvöld. Það eina sem hann fær ekki gera, það er að sofa hjá viðkomandi eða maka sín. Þá veltir maður því fyrir sér, af hverju erum við ekki með þennan sveigjanleika? Og þetta er bara eitt af þessum atriðum sem við kannski þurfum aðeins að velta fyrir okkur því það skiptir marga máli. Eða ekki marga, allavega þó nokkra. Og ég á ekkert svar við þessu og reikna ekki með öldrunarheimilin það heldur vegna þess að það er ekki þau sem taka í raun og veru inn. Á öldrunarheimilin heldur er það færni- og heilsumatsnefnd sem er ótengd þeim og ég veit alltaf það. En maður svona veltir í fyrir sér okkur við erum ekki með þennan þátt inni miðað við allt sem við erum að gera og allan þá sveigjanleika sem við erum þó með vegna þess að rýmið er ekki að hefta þetta í sjálfu sér. Nema við höfum ákveðið það með einhverju sérstökum stöðlum að svo eigi að vera. Og þá er það orðið kerfismál. En ég vil bara ítreka það, við þurfum að ræða þess hvað er stefna, hvað er ekki stefna, en heilt yfir þá er þetta mjög gott yfirlit, við erum að gera vel, við stöndum okkur á marganátt vel, en við getum alltaf gert betur. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orði. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætt við bæjarfulltrúa, ég ætla bara rétt aðeins, ég ætla að lengja þessu umræðu neitt mikið með glimtina bláðan, að koma aðeins inn á þessi gráu svæði sem er á milli sveitarfélagi og ríkisins. Og það er náttúrulega komið fram hérna í máli einhverja áður, en þeim er að held ég, tilfinningin er svo að þeim sé alltaf fjölga, það er að segja að það er að koma ný verkefni og flóknari sem verður til þess að það er ekki búið að skilgreina hver á að taka hvað og oftar en ekki lenda sveitarfélagi með verkefnin vegna þess að við stöndum auðvitað nær íbúanum og meðan ríki gerir ekkert, þú veist, þá verðum við einhvern veginn að lesa vegna þess að við erum svona, þeir sem eiga að taka við. Og ég held að það sé alveg verkefni og ég tek undir með bæjarfulltrúa Gunnari að fyrir okkur að ræða þess betur og taka betra og meira samtal upp við ríkið hvernig á að leysa það. Því í raun má segja, ég sem íbúi, hvort ég borga til sveitarfélagsins skatta eða ríkisins, þetta er allt ég lít bara á, þú veist, þetta er allt ein heild, úr hvaða vasa það kemur, það skiptir mig eiginlega engu máli. Það er okkar þá stjórnsýslustigana að leysa úr því, þannig að þjónustan við einstaklingin sem sé best. Og það eru alveg tækifæri, núna þegar við erum að fara í gegnum stefnumótununa hjá okkur, tengja þetta við heimsmarkmiðin og horfa á þetta í stærri mynd, þá er alveg tækifæri við að horfa bara á hættum allir í sóun, förum bæði hvað var það tíma og mannafla og fjármagns og veitum sömu þjónustu fyrir sama fjármagn, eða jafnvel betri, með því að tala betur saman og hafa sveigjanleika meiri á milli kerfa. Þannig að ég ætla aðeins að bara koma upp til þess að taka undir þá og brýna eða hvetja fólk til þess að halda því áfram. Ég veit þið eru stöðu í samtali við ríki og það er eins og ég veit ekki hvað lemja hausinum í stein að ég reyna að ná stundum sambandi, en oft er það, og þegar það tekst, þá tekst alveg gríðarlega vel upp. Það er að segja þegar við aðeins bara gefum eftir, ok, þetta er líka eitthvað okkar megin,
Við ætlum ekki bara að fara að sækja á ríkið og ríkið þá líka, þú veist, að slaka á og segja, þú veist, það ekki bara verið eitthvað að reyna að ná einhverju frá okkur, heldur með samtakamætti þá leysum við þetta betur og með sama fjármagni mögulega. Þannig að því að það eiginlega alltaf svona sem hangir yfir okkur, það þetta fjármagn sem við höfum, sem svo takmarkað og verður einhvern veginn svo leiðilegt að ræða það þegar við ætlum að reyna að gera betur, að þá held ég samt að fyrir, að því við erum með fullt af fjármagni. Við þurfum bara að nýta það mjög vel og með betri tækni, meira samtali og ég hef nú aðeins verið að ræða öldrunarmál og hugmyndir sem eru uppi þar að fara í meira samstarf með ríki og jafnvel að flytja verkefni á milli og maður svona, við viljum ekki fleiri verkefni, það að segja sveitarfélögin, en svo kemur, herðu á hverju ekki, það eina viti að gera þetta svona allt saman, hver borgar, hvort þetta allt á ríkisins hendi eða sveitarfélagana, það í raun skiptir ekki máli, gerum þetta bara hagkvæmt, þannig að ég svona hvet ykkur bara áfram á sömu braut og ég hafi verið, menn þetta komið margoft fram að við erum alveg afskaplega ánægð með það starf sem unnið og þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst ykkur til máls varaformaður Róbert Freyr. Takk fyrir. Ég ætlaði bara að reyna að svara einhver sem hefur komið inn upp. Hérna, bara til að byrja með, þá erum við að bíða eftir að fá kynningu á tæknistefnu ÖA, þannig að það svo vinnur alveg á fullu stanslaustæði sem er mjög ánægilegt og gaman að fylgjast með því. Það kom einhver pæling hérna með greiðslur fyrir lengda viðveru fyrir fötluð börn. Það fáum við greitt frá jöfnunarsjóði, það að segja ef kostnaði fyrir yfir eitthvað ákveðið hámark, þá kemur það frá jöfnunarsjóði, annars þetta í gegnum útsvar. Það verður frábært að fá kortlækningu á félagslegri framþróun líka en ég veit ekki alveg hvort það er á sviði velferðar, þetta er kannski eitthvað sem verður bara að ræða svona í okkur hópum. Svo er aðgengi að fyrirtækjum og svona almennt aðgengi bænum, það er ekki á höndum velferðar. Ég reynilega ekki alveg viss hvaða svið sér það. Og svo langar mig að fara að tala aðeins áfangaheimilið eða áfangakjarna. Af því að þetta er pínu þörf sem er núna í gangi og ekkert pínu, þetta er mikil þörf, en við erum með áfangaherbyggi. Við erum að leysa þetta í dag á einhvern hátt eins og við getum fyrir suma, en ekki með áfangaheimili per se. Og það er víst verið að skoða með breyta þessu líka úr áfangaheimili í áfangakjarna, svona einhver smá svona breyting á áherslum. Og það er verið að vinna í þessu máli áfullu. Það er verið að skoða stöðuna, hvaða leiðir eru í boði og skoða með hverjum við getum unnið í þessu. Við erum að fá lögreglustjórinn á morgun á fund hjá velferðarráði til að fara yfir stöðuna í fíknimálum, hverjir á götunni og glæpi tengda þessu. Þannig að við erum að fá svona, þetta er bara á fullu núna. Og fjöldi á götunni það er erfitt að svara þessu. Það er náttúrulega housing first er mikið notað á Akureyri, þannig að við viljum ekki að sé neitt á götunni, þannig að við reddum þeim gistingu. Þannig að allir sem við vitum að til þess að hafa fara á götuna hafa fengið einhver húsnæði. Þau eru kannski ekki alltaf best. En við höfum reddað þessu, en það vantar sem þetta. Það er fólk sem er ekki alveg á götunni, en það er ekki í ákjósanlegri stöðu. Það er inn á sófum hjá einhverjum sem kannski óskar ekki eftir í og þetta er eitthvað sem þarf að bregðast við. Takk fyrir. Þá er varaformaður Róbert Freyr lokið máli sinni, orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað sér hljóst, þá segi ég þessari umræðu lokið.